Sushi, alltaf ferskt. Netto. Við erum stödd í Víkingaheimum sem vinsæll ferðamannastaður á Suðurnesjum. Hvernig kom þetta til að þetta safn var byggt? Árið 2000 þegar Gunnar Marel Eggertsson sigldi Íslendingi sem hann byggði sjálfur, sigldi yfir Norður-Atlantshafið og kemur til Ameríku, að þá sýning á vegum Smithsonian-safnsins eða stofnunarinnar sem hét Vikings The North Atlantic Saga. Og það verður þar úr ákveðið samstarf á milli Gunnars og svo Reykjanesbæjar og Smithsonian. Og Smithsonian gefur eða lánar til langs tíma ákveðna muni sem voru á þeirri sýningu. Í kjölfarið á þessari ferð Gunnars að þá eru munirnir komnir hér til Íslands og skipið. Og Víkingaheimar eru þá byggðir utan Íslending og sýningu Smithsonian. Og svo þetta safn opnað hérna 17. júní 2009 formlega og síðan þá hafa nú orðið svolítið breytingar. Það búið að þétta sýningar og bæta við tveimur mjög fínum sýningum. Annars vegar Örlög Guðanna sem eftir Ingunni Ásdísadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur og svo með tónlist eftir Hilmar Örn Silfurgoða. Og þar farið yfir goðafræðina í 6 sögum og fyrir það leiðsögn, svona hljóðleiðsögn. Og svo erum við með söguslóður á Íslandi sem 30 söguslóður svona merkar fyrir íslenska sögu. Og fyrir utan það sýning sem heitir Landnám á Íslandi og þar farið yfir fornminjar sem hafa verið grafnar upp hérna á Suðurnesjum. Annars verið í Vogi, í Höfnum og svo Hafabjarnastöðum við Sandgerði. Og svo sjálfsögðu Íslendingur, víkingaskipið okkar, smíðað af Gunnari Marel Eggertssyni 96, sem svo aftur sigldi út 2000, sömu leið og Leifur Eiríksson fór 1000 árum fyrr. Þannig að hér heilmargt að sjá og margt að skoða, mikið af upplýsingum. Íslendingur svona nokkuð konar segull fyrir safnið, myndi ég segja. Við sjáum það alveg frá Reykjanesbrautinni og hingað inn. Hér eru stórir glerveggir sem hægt að sjá skipið. Og það mikið af fólki sem kemur og forvitið skipið. Og þegar sjálfsög kemur í húsa þá upplýsum við hvað meira að sjá og það sé margt merkilegt hér í húsinu. Og sem heillar náttúrulega sjálfsögðu marga þegar það hafa gengið í gegn og skoðað. Og bjóðið þið upp á eitthvað svona leiðsögn hérna sjálf safnið? Leiðsögn svona almennt séð ekki í boði en svona fyrir einstaklinga og svoleiðis. En hópar geta fengið leiðsögn og þá best að biðja það fyrirfram. Það getur verið erfitt fyrir okkur ef það mikið af fólki í safninu að stökkva til og vera með leiðsögnina. En hún að sjálfsögðu í boði ef það beðið. Og þá leiðum við fólk safnið og sýnum hvað í gangi hérna hjá okkur. En svo alveg ein sýningin sem Örlög Guðanna, þar hljóðleiðsögn með sögum, þar sem hlustað á goðafræðina og sem þarf ekki nánari leiðsögn þar í gegn. En að sjálfsögðu leggjum við mikla áherslu þá líka á sögu skipsins, sögu Íslendings. Hvernig nú að sinna þessu starfi hérna sem búin að vera síðan 2011? Það stórfínt og gefur mér mikið. Ég hitti mikið af fólki. Og það mjög gaman að hitta fólk af erlendu bergi brúnum og svona að fá og sjá þeirra sýn á þessi tengsl Íslendinga eða víkingarna eins og þeir horfa á það og við kannski sín heimkynni og þá kannski sérstaklega Bretar og Amerikanar, þeirra upplifilsi stórkostlegt og sjá þeirra upplifun af því að til dæmis fara borð í Íslending og lesa svo til aðeins söguna. Og að ræða við þetta fólk svona eftir á, kannski aðeins fyrirfram náttúrulega, en svona komast að hvað við vorum að upplifa og sjá, það getur verið virkilega gaman að gera svoleiðis. Og hefurðu kynnt þér meira norræna goðafræði eða það sem sýnt hérna þá þú byrjaðir? Já, að sjálfsögðu. Ég kannski var ekkert mjög fróður þegar ég byrjaði, en hef lært heilmikið síðan og ég náttúrulega þarf þess. En já, ég hef lært heilmikið og ég hef búin að fræðast mikið skipasmíðar
af því ég hef líka fengið mikið af spurningum að koma hingað skipasmiður og eru alveg dolfallnir yfir skipinu og koma frá alls konar löndum og spurningarna sem við höfum fengið eru margar hverjar stórkostlegar. Þannig að ég hef aldrei þurft að kynna mér það efni og Gunnar Marel Eggertsson sem smíðaði nú Íslending, hann fræddi mig mikið um þetta og sem betur fer vegna þess að það eru fullt af hlutum þarna sem eru mjög merkilegir, sem tengjast þessum skipum okkar. Eins og Babbi bátinn og mikið í húfi og það kemur frá þessum skipum.